Já, við ætlum að halda áfram að tala heiminn og ætlum aðeins að fókusera á það hvort að svona valdakerfin í heiminum séu undir það búin að taka á þeim vanda sem að framundan sem loftslagsváin, ójöfnuður, stríð og margt fleira. Og hún hingað komin Helen Ólafsdóttir í gegnum fjarfundabúnað. Vertu velkomin, Helen. Takk fyrir. Hún hefur starfað í þróunarstofnun Sameinuðu þjóðanna í mörg ár, 16 ár held ég, og hefur oft komið hingað til okkar og spjallað mjög smál. En ég var að tala á það með Huldu Þórisdóttur samsæriskenningar og svona sömuleyti tengist það svona veikleika í umræðunni en líka kannski svona trausti almennings á stjórnvöld og tengist svolítið kannski því hvort að sé hægt að stýra því að þú verður að traust til þess að stýra. Er þetta eitthvað svona vandamál sem við getum byrjað á að ræða, Helen? Já, sérstaklega kannski ef við bara svona skoðum þessa umræðu í kringum hlýnun og öll sú umræða að það sem að í rauninni að gerast það að við stöndum frammi fyrir stærstu áskorunum okkar tíma og til dæmis bara þegar ég horfi á umræðuna á Íslandi að hún endurspeglar engan veginn raunverulega það sem að gerast í heiminum hvað verðar hnattræna hlýnun og afleiðingar hennar. Þannig að bara svona sem dæmi að ég ætla bara svona að setja þetta í samhengi við vána. 80% af lífríki í ám í Evrópu horfið út af mengun og út af breytingum á loftslagi. Þetta gerir það verkum að fæðuöryggið náttúrulega verður gigantískt og menn geta svo bara spáð í afleiðingarnar og tenginguna þar á milli. Íslendingar einhvern veginn líta svo á stundum þeir séu svolítið bara ekki partur af þessari vá vegna þess að það bara nóg til að vatna á Íslandi og það hvort svo kalt á Íslandi. Og þá eins og það vanti svolítið í umræðuna bara svona sem fræðslu svo ætla að fara út í hvar stjórnmálin náttúrulega eiga í vandræði með og stjórnkerfin okkar í vandræði með að díla við þessu stóru vandamáli. En bara svona með Íslendinga að því að það ekki rosalega heitt í Reykjavík þennan mánuð að þá kemur þetta ekki við. En það ekkert verið að spá í hlýnun sjávar, áhrif á sjávarútveg. Súrnun sjávar, hvað til dæmis varðandi orkumálin okkar þegar jöklarnir bráðna og öll okkar orkumál eru byggð upp með stíflum og jökulár og þannig að Íslendingar eru einhvern veginn eins og þeir séu bara, þetta komið þeim bara ekki við en náttúrulega þegar fæðuóöryggi í heiminum eykst að þá verður fjöldi flóttamanna hann á eftir að margfaldast. Sérstaklega frá Afríku sem nú þegar farin að finna fyrir þessum áhrifum og fæðuóöryggi verður tengt þá hærra bara verði á mat almennt og bara framboð á mat. En svo ég bara síðan þetta með stjórnmálin og getur stjórnmálda til að bregðast við að þegar það svona ákveðin kannski eins og ég segi, fólk ekki alveg tilbúið til þess að kaupa þessa loftslags. Það mjög erfitt fyrir stjórnmálin ef þau eru ekki með traust almennings á réttum stað og bara með traustið. Núna ég stödd í Bretlandi og hef verið svolítið að skoða meðal annars Bretland varðandi traust almennings til stjórnvalda í Bretlandi og það og þetta mjög svipað í mörgum öðrum þróunarlöndum, sérstaklega í Bandaríkjunum að þetta traust að fara niður á við. Og traustið að fara niður á við vegna þess að fólk bara lítur svo á að stjórnmálamenn séu bara þarna fyrir sjálfa sig. Og ef við þá lítum á til dæmis getu Íslendinga til þess að ætla að fara að selja fólki einhverja stóra hugmyndir breytingar að þá voðalega erfitt fyrir stjórnvöld sem eru til dæmis eins og okkar ríkisstjórn sem samastendur af 3 flokkum sem að geta kannski ekki komið sér saman margt á þessari stundu að geta slíkra ríkisstjórnar til þess að bregðast við vánni með einhverjum svakalegum breytingum, hún getur ekki gerst og það líka þegar sjónarmiðin eru svona pólariseruð og það mjög víða.
ef að sjónarmiðin eru það pólaríserað að sko þú ert með á annan vanginn þá ertu með stjórnmálamenn sem að sko trúa eða vilja hygla undir markaðinn endalaust og sjá ekki endilega skynsemin í því að draga úr jöfnuði og að sem allt kannski snýst það að einhver örfár hópur innan samfélagsins fær alltaf meira og meira og þetta bara að gerast ekki bara á Íslandi heldur víða í kringum okkur, þá náttúrulega tapast traustið almennt, við sáum þetta til dæmis í Bandaríkjunum þegar Trump var kosinn, að sko ójöfnuðurinn, hann að búa til svo svakalegar pólaríseringar á öllum sviðum að ætlast síðan til þess að stjórnvöld sem ekki með traust fólksins á nokkru sviði geti einhvern veginn brugðist við með langtíma áætlun. Það bara því miður ekki hægt og líka með Ísland sko, við erum náttúrulega alltof upptekin af því að horfa í ríkisstjórnartíðina og fjármála áætlanir. Við erum reyndar sko, það var til dæmis gefin út núna bara í júní, bara held ég nýkomið út var gefin út svona grænbók sem sagt sjálfbært Ísland sem bara ágætis þetta undir sem sagt forsætisráðuneytinu. En vandamál að þú getur gefið út þessi plögg og það geta verið alls konar meðmæli og við erum til dæmis búin að gefa okkur út fyrir það að við ætlum sko aldeilis að draga úr loftslags okkar því að spúa út kólefnum en við erum ekki að standa við það, engan veginn. Og það líka bara vegna þess að getuleysi stjórnvalda stýrist líka því þegar það ekki samvinna milli ráðuneyta. Öll þessi vinna að til dæmis að kljást við loftslagsvandann, hún verður að vera algjörlega þverpólitísk og hún verður að vera samvinna milli ráðuneyta og ekki bara að þetta sé einhver svona einkamál stjórnmálana, heldur þetta þarf að vera samtal við þjóðina. Vegna þess að allt í kringum loftslagsvanda sem við erum að standa fyrir núna og þetta eitthvað sem ég hef líka verið að skoða innan náttúrulega þróunarstofnun Sameinuðu þjóðanna sem náttúrulega í auknum mæli bara farin að snúast í rauninni hvernig við bregðumst með loftslagsvandanum. Þá spurningin stóra þessi. Hvernig ætlar að gera þetta án þess að auka ójöfnuð? Vegna þess að ýmsar aðgerðir sem þú þarft að taka varðandi það að draga til dæmis úr losun geta haft verstu áhrifin á efnaminnstu hópana ef þú gerir það ekki rétt. Það sem ég finnst skorta núna svolítið, það þarf að vera ný sýn á hvernig við hugsa hvernig pólitíkin virkar hreinlega vegna þess að þessi fjórflokka pólitík og þessi sérhagsmuna pólitík og þessi stutta stefna til 4 ára við þurfum að skuldbinda okkur við erum búin að skuldbinda okkur við einhverja losun sem stendst síðan ekki neitt en við þurfum sem land í rauninni að vera með okkar eigin þróunar áætlun sem til lengri tíma þar sem allir skuldbinda sig við það að halda í við þessi takmörk og að bara implementera slíka áætlun. Það ekki hægt að halda áfram að hjakka í sama farinu í sérhagsmunapólitík þegar við stöndum fyrir jafn stórum bara þessari hamfaralínunni sérstaklega. En svo eins og þú nefnir, menna það stríð í Evrópu og með auknu misrétti í heiminum, þá bara flóttamannavandinn hann á eftir að fara algjörlega úr böndum. Og hann það náttúrulega farin það núna víða í Suður-Evrópu, en þetta á eftir að stigmagnast alveg svakalega á næstu árum. Þetta kannski svona bjarsýn svona, en við verðum að vera realísk og við verðum bara að átta okkur á vandanum og við erum bara partur á stóra samfélaginu þar sem að við getum ekkert einangra okkur sem land frá þessum stórkostlegum, bara áskorunum framöndan. Eins og þú lýsir þessu þá það eru stór vandamál sem eru framöndan og svo sem langflestir sammála því en kannski ekki sammála áreiðarleikan við að bregðast við og það á sannarlega við stjórnvöld sem ættu að leiða aðgerðirnar að þar ósátti það menn svona tala með vörunum að það sé mikilvægt að bregðast við en það ekki að sjá á aðgerðunum og svo við með almenning sem yrði þá að styðja þessar aðgerðir sem að vantrista þessum stjórnvöldum. Þannig þetta er svona klemma sem erfitt að sjá hvernig við að komast út úr, hvort að í núverandi kerfi, hvort að við getum mætt vandanum. Akkurat. Það þarf heilbrigðari stjórnmál og þetta náttúrulega, ég reyndar vil meina það að í langflestum löndum það spilling sem heldur aftur á okkur og það ástæðan fyrir að fólk treystir heldur ekki stjórnmálamönnunum okkar spilling
og þó að spilling sé ekki til í íslensku samfélagi svona á lágum stigum stjórnsýslunar, að þá erum við náttúrulega bara búin að sjá það í bara allt frá því hvernig, ég meina við getum farið aftur í haftatímabili og hvernig flokks, að tilheyra flokki opnaði ýmsar dyr, en þetta er bara einhvern veginn haldið áfram í gegnum sérhagsmunaöflin og þegar að við erum stödd á þeim stað þar sem að sko sérhagsmunirnir eru ofar heildarhagsmunum, þá er ekki góð lukka að stýra, en ég hef oft líka velt því fyrir mér sko, sem Íslendingar, við erum örþjóð, við erum smáþjóð og í rauninni ættu okkar burðir í ljósi þess hversu margar auðlindir við eigum með því hvað við erum smá, við eigum að geta alveg sko tekið á þessu með réttum hætti en það sem er vandamáli, það er allir bara brjálæðir út af einhverjum hvalmálum og sölu á einhverjum banka og all okkar bandvít er bara tekin upp af einhverjum svona málum sko, þar sem einhverjum flóttamanni í hjólastól er ítt upp í bíl eða hent upp í bíl og til Grikklands og við erum einhverju svona alltaf svona konstantli einhverju svona, það er konflikt í okkar stjórnmálum út af öllum þessum málum og það er gríðarlega óánægja í samfélaginu. Við erum að standa frammi fyrir núna verkalýðsbaráttu sem að sko, það er bara engin, það virðist ekki vera neitt samhugur vandamál. Nú kom til dæmis bara ég held ég að sé það í Vísi sem ég finnst mjög athyglisvert og þetta er eitthvað sem Íslendingar þurfa virkilega að skoða, er þáttur atvinnulífsins í þessu öll saman. Það er ekki svo að við getum bara einhvern veginn ignorað í rauninni sko ofurgróða fyrirtækja að fyrirtækin spili ekki rosalega part í því að tækla þessi vandamál. Þannig að tilfærsla á því til þess að díla við þessi vandamál, til þess að koma í veg fyrir ójöfnu, við þurfum að minnka pólariseringunna, við þurfum að komast aftur á einhvern pall þar sem við getum sem þjóð einhvern veginn í grundvallar atriðum verið bara sammála stefnuna sem við ætlum að taka sem þjóð. Öðruvísi gerist ekki þetta. Og þess vegna náttúrulega segi ég fyrir mitt leyti, það þarf líka bara rosalega mikið að efla einhvern veginn vitund Íslendinga þær áskoranir sem við erum að fara að standa frammi fyrir. Vegna þess að ég ætla nú bara að taka fram að ég er að stúdera þessi loftslagsvísindi og þetta er ekki beinlínis svona jákvætt efni sem maður er að stúdera, þegar maður er að sjá afleiðingarnar sem að núna þegar eiga sér stað og innan, eins og ég segi, Þróunarstofnun Sameinuðu þjóðanna erum við bara farin að skoða ekki bara sko, það eru stórar áhyggjur það einmitt, hvernig í þessum lýðræðissamfélögum, þar sem er svona aukin pólarisering, þar sem er aukin þjóðernishyggja líka bara út af einmitt auknum flóttamannafjölda, að þá er náttúrulega gríðarlegt áhyggjuefni hvernig ríkustu þjóðir heims ætla að leiða baráttuna gegn loftslagsvánni og það lítur ekkert stórkostlega vel út með við það hvað, eins og ég segi, trausti til stjórnmálamanna hefur lækkað alveg rosalega. Þá fer umboðið þeirra til þess að og þá er líka stjórnmálamenn líklegri til þess að fara náttúrulega í svona populisman. Það er því miður hættan, því að menn hugsa fyrst og fremst það að vera kosnir til 4 ára og hafa ekki áhyggjur að neinu eftir það. Þessu þarf að breyta, við erum að breyta þessu samfélag, hvernig við horfum bara okkar eigin stjórnsýslu og þáttöku atvinnulífsins í því. Já, en þegar þú stillir þessu svona upp að spillingsstjórnvalda sé vandamál, þannig að almenningur treystir þeim ekki og gerir þau ófæri til þess að reka stefnunar öfulega gagnvart þessum stóru málum, að þá gæti maður orðað sem svo að barátta gegn spillingu sé eiginlega barátta fyrir loftslagsmálum, vegna þess að við verðum að komast í gegnum hana ef við ætlum að komast að stóra vandanum. Þannig að þegar við erum að rífast Íslandsbankasöluna, að þá erum við að stíga skref til þess að geta tekist á við stærri mál, að við þurfum að gangi gegnum það til þess að lagfæra stjórnmálin, til þess að geta farið í áttina að, hvað kallar það, heilbrigðari stjórnmálum? Jú, ef að stjórnmálin eru fann að snúast að miklu leyti að hygla bara einhverjum hópi sem á alla peningana, að þá vissulega er hægt að álíta sem svo að margar aðrar ákvarðanir eru þau teknar, eins og til dæmis bara allar ákvarðanir í kringum aðgerðir sem þarf að ráðast í varðandi minnkun og losun til dæmis. Það skiptir máli hvaða hagsmunir eru þar að leiðarljósi. Er það hagsmunir bara ferðaþjónustunnar
það, ég meina til dæmis, við erum hérna með tonna einhverjum skemmtiferðaskipum sem spúa út sko alveg hræðilegri mengun og svo ætlar þau kannski að setja á hérna bensíngjald á sko gaurinn sem á, þú veist, hérna Jarisbílnum sínum sem að hefur ekki skipt um bíl í 10 ár. Ég meina, þú veist, það eru allar þessar ákvarðanir hljóta að vera, það verður að taka þær á grundvelli þeirra sem að sko, að það sé ekki verið að mismuna fólki og að þeir, í rauninni þarf að hyggla þeir sem að minnst hafa það. Í rauninni þarf að setja þá í forsætið. En sko, þetta með spillinguna, ef að við erum komin á þann stað að bara, þú veist, traustið og spillingin, bara svona sem Ísland, það er rosalega erfitt fyrir fólk að ætla að fara að kaupa einhverja aðgerðir stjórnmálamanna sem að sko, ég bara hugsa söguna svona í samhengi við okkar stjórnsýslu og þá stjórnmálaflokka sem hafa verið við völd síðustu áratugina. Þeir eru nú sérstaklega 2. Hvað sem það er einokun, sko fyrsta hérna hollið á einokunni og hvernig það fór, hvernig manni var heilt þar. Sala á ríkiseigum, bara til dæmis núna nýverið. Þú veist, það er bara alveg hræðilegar upptalningar. Allar ákvarðanir, stjórnvaldsákvarðanir eru bara teknar oft í svona einhverjum prívat herbergjum, ekki einu sinni þingnefndin hafa með í ráðum. Minnistætt er þegar Ísland setti sig á lista yfir viljugar þjóðir sko í sambandi við Íraksstríð. Það voru bara 2 menn sem tóku þá ákvörðun fyrir alla þjóðina. Og þegar stjórnmálin fara fram með þessum hætti, það sem er ekkert samráð við þjóðina í rauninni og ekki einu sinni við Alþingi. Og síðan kemur í ljós að þessi sami hópur er kannski bara í því að hyggla einhverjum sérhagsmunum, ekki fyrir hönd þjóðarinnar. Og að því við erum náttúrulega með þessi stjórnmál þar sem við erum náttúrulega með marga flokk á þingi, þannig að alltaf eru þessi sömu flokkar einhvern veginn við völd. Þá verður trúverðleiki náttúrulega býður alveg svakalega. Ég meina það treystir enginn svona stjórnmálamönnum. Og ef að þú getur til dæmis farið í Ásmundarsal og í partí menn allir sita heim í einhverju kúlu, bara fyrirgeðu, maður verður bara að þetta er ástæða fyrir að fólk treystir ekki lengur stjórnmálamönnum. Ef þeir setja ekki fordæmi sjálfir að vera ekki partur af einhverjum innherjarsvikum eða taka þátt í athæfi sem er gegn því sem að almenningur þarf að, ég meina, þú fer út í búastyr og samlöku, þá ertu bara settur í délið, sko, mögulega. Þetta Íslandi komið á sérstakan stað og við tölum það hérna áður, einmitt hvernig við erum að hrynja niður á öllum alþjóðlegum listum og okkar sem sagt hvernig við treystum stjórnvöldum á Íslandi fer líka hríðlakkandi augljóslega. Ég reyndar sá þið talaði einmitt hann prófessor í gær og hann Ólafur Þ. Harðarson. Jú, þetta er svona oft sem að það slumpa niður ríkisstjórnirnar en á heimsvísu í þessum löndum sem að við viljum með okkur við, þá samt einhvern veginn þannig að fólki treystir stjórnmálamönnum minna og minna. Þetta gæti verið partur af upplýsingaflæði, þetta getur líka verið partur af aukinni menntun. Fólk hefur meiri kannski vit á því sem er að gerast í kringum sig og burði til þess að dæma, en það breytir því ekki að ef að stjórnmálamennirnir okkar, ef við treystum þeim ekki, þá erum við ekki að fara að glíma við þessi stóru vandamál. Bara ekki séns. Nei. Bara engan við. Nei. En þú sagðir í upphafi að þegar þú værir að skoða svona umræðin á Íslandi að þá kemur þér á óvart hvað væri svona lítið tekið mark á þeirri vá sem við stöndum frammi fyrir varðandi loftslagsmálin. Og við finnum þetta alveg á samstöðunni, við skrifum fréttir segjum fréttir af umhverfinu og það dreifast á samfélagsmiðlum að þá kemur það bara mjög fljótt svona fólk svona sem bara hafnar þessu, finnst þetta að vera bara truflun að vera að tala um svona eða sékta marketa og þannig að umræðan er svona svolítið þar að eins og sé verið að abbast upp á fólk með einhverja fréttir sem það vill ekki heyra. Þetta er í eitt í hug. Getur verið að því að Ísland er svo lítið, að þú er búin að tala um það, við erum smá þjóð, að þá sé það svo ríkt hjá okkur að við munum ekki bjarga heiminum, sko, þannig að kannski skiptir ekki miklu máli hvort að við tökum mark á þessu eða ekki. Þetta, ef að stóru þjóðurnar taka ekki mark á þessu, að þá mun heimuru farast og við með. Ég myndi einmitt segja, sko, að af því við erum svo lítil, að það var svo mikið mál fyrir okkur að
líta til lengri tíma og vera með aðgerðaáætlanir á öllum stigum sem gerir það að verkum að við erum ekki að búa til meira misrétti vegna þess að það er alveg staðreynd að ef að aðgerðirnar og ef að loftslagsváin og hækkun og verði og matvöru og allt þetta skilur sig þannig að það verður aukið misrétti, ójöfnuður eykst, þá erum við sem samfélag komin á mjög hættulegan stað. Vegna þess að okkar samfélag í rauninni byggir öll okkar grunngildi og okkar svona, hvað maður að segja, okkar velferðarsamfélagi. Ástæðan fyrir því að við vorum hátt á öllum þessum skölum, sérstaklega í sambandi við þróunarmarkmiðin og sjálfbæru þróunarmarkmiðin og heimsmarkmiðin. Við vorum alltaf að skora hæst vegna þess að það var jöfnuðurinn, það var velferðarsamfélag sem sett okkur þarna sem eitt af samkeppnishæfustu ríkjum heims í rauninni. Ef við förum að grafa undan þessum grunnstofum, þá förum við einmitt að hrynja niður á hana lista og erum farin að skipa okkur í sess með kannski löndum í Austur-Evrópu eða Suður-Evrópu og það er bara að gerast. Þannig að þetta er kannski, við einhvern veginn verðum að bregðast við þessu, það vantar heildarmyndina og þetta með Íslendingana, ég held að sé reyndar svolítið kynslóðamunur á því hvernig fólk bregst við þessum fréttum. Ég held að yngra fólk sem að mögulega kannski fær meiri og upplýstari umræðu í skólum sé svona meira opnari fyrir þessu en eldri kynslóðin er svona þessi kynslóð sem að finnst bara ekkert að veiða bara hvali og þá þeir séu þarna einhverju marga klukktum að þjást, þetta er bara annar hugsunarháttur en ég held að sé samt rosalega mikilvægt þess að fólk sem að er í þessum, og þú talaðir eflaust þetta í áðan, fólk sem er í þessum hugarfari að allt séu samsæriskenningar fyrir og það sé einhvern veginn að vera að pota upp á einhverju vitleysu vegna þess að það sé verið að hafa þeim fé eða grafa undan þeim, glóbalistarnir við og eftir þeim og allt þetta þetta er rosalega hávær hópur. Ég meina það á Íslandi áttu við, á Íslandi. Já, bara allstaðar og líka á Íslandi og komir alveg óvart því að ég tók þátt í svona hópi og það mér fannst alveg sláandi hvað þetta er hávær hópur þó þetta séu bara frekar fáir einstaklingar vegna þess að þetta er mjög íslenskt Þetta er svona eins og þegar við vorum öll að mótmæla bankasölunni. Það er alveg megnið af fólkinu á Íslandi var á móti bankasölunni, taldi þetta óréttlæti, en það er einhvern veginn þetta að fara niður á Austurvöll og vera með einhver læti, þetta að fara inn á samfélagsmiðlana og mótmæla þessum háværu röddum þessara einstaklinga sem telja þetta allt eitt stórt samsvari og allir vísindamenn heims hafa rangt fyrir sér nema þessi eini YouTube-gæi, þú veist, við verðum samt að spyrna fótunum gegn þessu. Þú veist, því þegar hlutirnir versna og það fer að vera meira óréttlæti, þá leitar fólk alltaf af einhverjum svona, scapegoat og það er svo auðvelt að sannfæra fólk svona populisma og þá geta óprúttnir stjórnmálamenn sem að missa fylgi sitt vegna út af spillingu og slíkum málum, þeir sækja bara í svona hóp og ífa það upp og besta náttúrulega við höfum bara Trump sem alveg frábært fordæmi fyrir því hvernig svoleiðis pólitík gengur fyrir sig og að vissu leyti Boris Johnson. Já, og við sáum það reyndar líka núna bara fyrir 2 vikum að við ráðherraskiptin á Bessastöðum að þá stóð formaður Sjálfstæðisflokksins á tröppunum á Bessastöðum og talaði flóttamannavandann sem stærsta vandamál á Íslandi væri orðin stjórnlaus, Alþingi hefði brugðist og hann var bara að gefa í þessum málum út af veikari stöðu Sjálfstæðisflokksins í skoðanakönnunum. Nokkuð sem búin að hafa þessi mála sinni könnu í hvað 11-10 ár? Já, ég reknaði að frá 91 sem er svona rúmlega 30 ára þá hefur haft dómsmálaráðuneytið í 87% af tímanum. Þannig að þetta Herðu, en þessi eini gæi á YouTube, hann er kannski vandamál, en er ekki stærra vandamál stjórnvöld sem að boða aðgerðir sem er síðan engin innistæða fyrir. Þannig að einhver kemur fram og segir ég er með aðgerða áætlun til þess að mæta þessu vanda sem er framundan. Svo kemur í ljós að þær áætlanir stóðust ekki og þær áætlanir voru of litlar. Þannig það var raunverulega ekkert gert. Þetta er ekki miklu hættulegra fyrirbrigði stjórnvöld sem að lofa miklu, standa við lítið, gefa, heldur en þessi gæi á YouTube eða innringjandinn á
á útvarpi sögu eða þessi komment á Facebook sem ég var að kvarta henni yfir áðan sem hefur kannski ekki átt að gera. Sko, reyndar þetta náttúrulega YouTube-gæin oft reyndar borgaður af kannski sérhagsmunum sko, þannig að við skulum setja það allt í samhengi. Það nefnilega stóra vandamáli að á bakvið þennan populisma og bakvið allar þessar, þetta ekkert alltaf ástæðulausu, það engar tilvinnanir oft í þessum dúr. Margt af þessu bara borgað af sérhagsmunum, hvort sem það eru olíufyrirtækin eða önnur lyfjafyrirtæki og svo framvegis, þú bara getur pikkað. Þannig að það er staðreynd að atvinnulífið, ég held að Íslendingar séu nú svona ekki orðnir, svona atvinnulíf á Íslandi sé ekki orðið jafn sofistikerat í þessum, en ég hugsa samt að til dæmis með stjórnmálin okkar og við tókum held ég öll eftir því í síðustu kosningum þegar að fór að koma svona alls konar áróðurs YouTube-vídeóbönd til dæmis og ég held að þetta verði mikil aukning á þessu í næstu kosningum þar sem að sko það verða óprúttnir og ég held að vinstri þurfi nú svolítið að gæta sín á þessu því ég held að hægri sé miklu sleipnara í þessu að senda út svona misvísandi skilaboð til þess að einmitt að dreifa umræðinu á allt aðra staði og ýfa upp þessa hræðslu gagnvart flóttafólki og sem að þú veist flóttafólk tekur svona mikið sko við erum bara með 80.000 útlendinga, svo ég kalli það sem eru bara að bera hagkerfi á herðum sér sko. Þessir flóttamenn taka svo lítið og er bara frábær fjárfesting til langs tíma en en ég er bara svo hrædd við það að þessi sérhagsmunir, þeir geta verið alveg ótrúlega sleipnir í að setja út skilaboð á interneti og hrært í heila fólks og ýft upp einhverja hræðslu sem að bara stenst engan veginn. Þannig að YouTube-gæinn, hann er bara svona, já, hann er sennilega borgaður af einhverjum og allir, ég reyndar kíkti á þessa YouTube-gæða sem var vel mikið verið að vísi og allir höfðu þeir unnið á einhverjum tímapunkti hjá þessum sérhagsmunahópum eða fyrirtækjum sem að umræddi. Þannig að þetta þeir eru hættulegir en það sem ég var að spyrja það sem ég var að spyrja hvort að stjórnvöld sem að lofa aðgerðum sem að standast ekki, hvort að þau sé ekki raunverulega það hættulegasta. Sko, í rauninni eru stjórnvöldin okkar ekki rosalega mikið að lofa miklu því að þessi loforð þeirra sem að þau hafa verið að lofa kannski meira erlendis. Ég meina eins og þetta með að draga úr loftslags útblæstrinum sko. Stórar yfirlýsingar varðandi hvaða target við ætlum að ná og við erum bara ekkert að ná því. En ég get ekki séð nema einhverjur örfáir menn og konur í umhverfismálum sem að eru eitthvað að steita hnefanum gegn því. Mér finnst Íslands stjórnvöld alveg ákaflega svona bara frekar sleipi í því að koma sér hjá því að vera að lofa einhverjum stórum málum sko. Ég man ekki til þess að það hefur verið einhver mega loforð sem að fólk hafi ekki vegna þess að við erum bara vön því að öll þessi kosningaloforð hjá öll þessum flokkum sem eru núna í ríkisstjórn hafa bara ekki staðist nokkurn skapaðan hlut og eru í rauninni komin 180 gráður. Þannig að það er orðið bara einhver svona meðvirkni með því að það sé bara í lagi að segja eitthvað fyrir áður og kemst inn til valda og svo þegar þú kemst til valda þá er það bara orðið accepterað í íslensku samfélagi að, ég meina auðvitað þurftur bara að segja þetta til þess að vera kosin og við ætlum ekkert að, þú veist, við ætlum ekkert að draga það til ábyrgðar. Það er svolítið ömurlegt að í rauninni má kannski bara ljúga vegna þess að ég meina við erum eiginlega komin á þann stað, við erum svo hrikalega meðvirk. Þannig að þau lofa og segja ýmislegt í kosningabaráttunni en svo bara gangaðu algjörlega bak við orð sín þegar þau eru komið til valda en við tökum það bara sem einhverju svona já, þetta er bara partur af pólitík. En þú segir að það sé akkurat þessi pólitík, þessi stjórnmálamenning eða hvað við viljum kalla það, sem er eiginlega hindrunni fyrir því að við getum brugðist við þeim málum sem er brýnast að við bregðast við eins og loftslagsmálin, ójöfnuður og fleiri mál. Já. Okkar landi er ekki stýrt af miklum heilindum eins og í dag. Þetta er eins og eitthvað pjastla einhverju sko samankurla einhverjum flokkum sem halda bara í völdin. Ég meina það er ekkert sko, það vantar bara alla umræðu einhver heilind í stjórnmálum og bara hvernig sem samfélag við ætlum að vinna bara Alþingi. Náttúrulega það þarf, ég held ég svolítið að auka trausti á Alþingi. Alþingi þarf að ná aftur þessu trausti.
Það vantar líka bara alla samræður. Ég meina, ég held að ástæðan fyrir að Sviss er svona hæst metið varðandi traust til stjórnmálana getur verið vegna þess að það er meira beint lýðræði. Af hverju eru við ekki til dæmis að skoða meira það að margar og fleiri ákvarðanir séu teknar á lýðræðislegum forsendum? Það sem er bara hægt að hafa rafrænar kosningar. Ég meina, af hverju eru við ekki sem samfélag að ýta undir miklu róttækari umræðu í kringum öll þessi mál sem skipta í rauninni máli? Af hverju er samfélagið ekki hluti af því þegar að vera vopnavæða lögreglu? Af hverju getur ríkisstjórnin í alvörunni haldið því fram, eða þessi eini ráðherra, að það sé eitthvað öryggismál að fela hvaða vopn hafi verið keypt fyrir civilian police, á meðan að sko alþjóðlegar staðlar og umheimurinn er að segja og er að hvetja lönd til þess. Þetta er ekki her, þetta er ekki leyniþjónusta, við erum að tala um civilian police og það er til dæmis talað að það sé kritikal fyrir lönd að vera með algjöra gagnsæi í vopnakaupum. Þetta er bara orðið, þetta er mikið talað um þetta, en að einhverjum ástæðum erum við með ríkisstjórn í 380.000 manna samfélagi sem fyrir að kaupir bönsa einhverjum vopnum og telur það ekki, sem sagt, það er bara svo rosalegt öryggismál að við megum bara ekki vita hvaða vopn þetta eru. Þarna er verið að slá ryk í augu almennings, þetta er rugl. Þetta stenst enga skoðun. Vandamálið er hins vegar að enginn er dreginn til ábyrgðar. Partur af því eru fjölmiðlarnir. Það er bara yfirleitt ekki þannig að stjórnmálamenn þurfi nokkuð tíman í alvörunni að svara fyrir sig. Og í stærstu málunum eins og Íslandsbankamálunum þá er allt í einu við erum eiginlega samt ennþá að spá í ráðherraábyrgð. Það er ekki einu sinni þannig að á hvaða stað erum við komin þegar það kemur ekki okkur við í hvað okkar skattpenningum er eitt. Þetta er náttúrulega nú er ég bara farin að ranta en við töluðum um trausti og stjórnmálin, við erum bara að setja þetta er orðið svo súrrealist hvernig Ísland er orðið og hvað við erum að láta yfir okkur ganga, að þá er ekki nema að vona að við séum ekki, það sé ekki hægt að tala um heilbrigð stjórnmál og samræðuvettvang og alvöru framtíðarsýn og samvinnu og gleymdu, það er bara allir einhvern veginn í sínu hverju horni að fela einhverju upplýsingar fyrir Alþingi og þjóð. Það virðist vera aðalmálið. Við þurfum að endurreisa stjórnmálamenninguna, hluti af því er að endurreisa fjölmiðlana og við erum hér á samstöðunni að gera það sem að við getum til þess að búa til fjölmiðl á sama tíma og þeir eru að hrynja. Má ég bæta við einu? 1989 88 fyrirgeðu, þá kom grein í Þjóðviljan og það var Karl Birgisson sem var að tala um pólitík og peningar og hvenær á ekki að blanda þeim saman. Og þetta var alveg ágætis grein, en það bara sorglega við þetta var það, að því hann nefndi einmitt í þessi grein að það væri þá engin lög eða ekkert til dæmis að stjórnmálamennum bæri að sýna fram á sína eigin fjárhags, upplýsingaskyldu stjórnmálamanna eigin fjármál. Þetta er 1988 og við erum ennþá í þessu að það eru fólk er að feila á einhverjum hagsmunaskráningum á Alþingi sem ætti bara að vera brottrestraru, sök úr pólitík með að við, til dæmis ef við berum okkur saman í Norðurlandi en við erum náttúrulega á allt öðrum stað. Ég langar bara að minnast á þetta því þetta er svolítið langt síðan og við virðumst ekki farið fram í þessum magnum. Já. Það er stórt verkefni framöndan og þess vegna er það mikilvægt að það sé stórt og þess vegna er mikilvægt að það byrja að reyna að snúa þessu við. Helen, takk fyrir að koma hérna við í gegnum fjarfundabúnað að Rauða borðinu.